Já, kæru hlustendur, það Pingjan. Við þökkum Guði að það sé þriðjudagur. Já, við gerum það. Af hverju gerum við það? Bara ég var að slefa við Dominos í kvöld. Já, það þriðjudagstilboð í kvöld. Það ekki spurning. Já. Hvað segir hann? Bara góður. Léttur? Já. Já. Gott veður helgina maður. Já, flott veður. Ég kíkti í bústað. Já. Og þar var, skemmtilegt þú skuli minnast á það, þar var Dominos veisla. Já, nei, það. Já, sjálfsögðu. Þetta eins og í hvenær var það? Febrúar eða mars, þegar við erum að byrja og þú ert að fara í, hvað varst ekki að fara í ammali á vinninum og Hveragerði? Já. Og þið sóttu Dominos og Selfoss? Já, og við gerðum það sama núna. Já. Og hann verður þarna meðal annars í þessum bústað. Já, ok. Þannig að við erum í bústað þarna svona korter fyrir utan Selfoss. Já. Þannig að við fórum bara og slengdum okkur niður eftir og afkomu við verum hjá Ása í útibúinu og Selfossi. En heyrði, það hvað, 8. þáttur í þessari annari seríu og sem fyrir erum við með áhugavert fyrirtæki og kannski að byrja á því að samt að segja fólki frá Tíbet og Pingjan. Við viljum fá okkur þangað inn. Já, fyrir þá sem vilja fara djúpt að telja aura og krónur, þá erum við þar. Klálega, og þar að færast í aukana þessi virka umræða. Já. Það var fyrir föstudagskaffi síðasta, þá kom skemmtilegu móli inn verðlagsþróun á Dominos. Já. Og alls konar svona skemmtilegt, þannig að ekki missa því. Þetta mikilvægt aðhald. Segið það. Það ekkert betur en aðhald. Segið það. En herðu, þátturinn í bóði Dominos Payday og Keldunar og ef ekki bara að demba okkur í fyrirtækið. Í dag erum við með asíska matsölustæðin Nings. Já. Og þann stað ætti nú svona flestir Íslendingar að þekkja. Staðurinn hefur verið starfrækur í 31 ár og fyrirtækið heitir einfaldlega bara Nings EHF. Já. Og hvernig stafar það? Það bara N-I-N-G-S kallir mig. Og en félagið í eigu Sæmundur EHF sem í eigu feðgana Bjarna Óskarssonar og Sigurgísla Bjarnasonar og skiptaði sitt hvorum 50% samkvæmt ársreikningi 2020. Heitir það Sæmundur? Sæmundur EHF. En ég er ekki 100% viss en ég er svona nokkuð viss samt að þeir séu feðgar. Þeir ekki feðgar? Þessi peyjar eða? Nei, ég veit ekki. Bjarni Óskarsson og Sigurgísli Bjarnason. Jó, ég held ég að við séð einhverju greina að það var ég veit ekki, þú veist, hann Bjarnason og nei, hann jó, hann Bjarnason. Ég ætla að spyrja heimildamann markaði. Nei, þeir eru feðgar. Ég er 99%. Ég held sé engilega að vita það. En samt sem áður, þá hefur þessi staður ekki alltaf verið í þeirra eigu, eða hvað, Ingvi? Já. Þú ert með einhverja létta sögu. Já, ef við fara bara beint í söguna tilurð Nings. Já. Og, gaman að skuli spyrja því að ég er raun ekki með svari við þessari spurningu. Nú, ok. En ég er með nokkra En hann hefur verið andlit staðarins, hann Ning, eins og, hann heitir Ning. Hann heitir Justiniano Ning de Jesu. Já, það nafn. Og ég hefði viljað að hann hefði skýrt hennar stað Jesus. De Jesu, já. En Jesus. Nings er samt geggjanafn. Já. Nings. Já, Nings, flott nafn. Heyrðu, ég fann eins og ég segi, ég kemst ekki almennilega að því hvort að þeir hafi verið inn í eignarhaldinu allan tíman, en ég fann grein á tímarit.is frá 97, þar sem að Óskar, sagði það ekki, Óskar Bjarnason, eldri? Nei, Bjarni Óskarsson. Þar kom fram að hann hefði rekið staðinn í 7 ár, semst aftur til 1990, þannig að ætli með ekki, þú veist, þeir eru örgulega co-founderar, það lítur að vera eitthvað svoleiðis. Já, til 91, þá opnar staðurinn. Já, þetta var 97-8 sem þessi grein kemur inn. Það er líklegt að Ning hafi bara fengið einhvers konar fjármögnun. Gæti verið, já. Og verið svona andlit staðarins. Hér alveg þetta þurfum við aðhald. Klálega. Heyrðu, ég fann þessa grein frá 2003. Þetta er stórmagnaður kall. Justiniano Ning de Jesu. De Jesu. Já, ekki slaufa mér fyrir lélega framsetningu eða framburð á nafninu. Og þá sem sagt, 2003, hafði hann verið tæp 30 ár með annan fótinn á Íslandi, en hann er upprunalega Filipseyingur. Já. Og bjóð þar. Og þetta er, eins og ég segi, nokkuð mögnuð saga með hann var ungur á árum farin að vinna í hótelbransanum, þarna úti. Og einhver vinnur hans sem sagt var bara að vinna í hótelum og býður honum, ég held að það sé fyrsta vinnan hans, að bara, hann var að sjá pikkalóana og þjónustustarfsfólk og svona eins konar rekstrarstjóri á einhverju 5-stjörnu hóteli þarna. Okay. Og fær svona smjörþefuna veitingabransanum í gegnum þetta high-end hótel. Já. Og svo ef við hraðspólum þá er sem sagt víkur söguna því að
hvaða ár þetta allavega upp úr 67, kringu 70 þá hafði hann semst verið honum framkvæmdastjóri í skipafyrirtæki sem að var með starfsemi á Filippseyjum nei, bara tanker, bunker hvað svona bara þetta var bara kaupskipa já, ok bara eins og var þessi stóru já, hvað aftur íslenska orðið yfir flutningsskip já, kaupskip slash já, ekki eitthvað orðið yfir tankera og bunkera ég veit ekki þetta ekki tanker, tjúðlega við heimskýrum ég veit ekki hann hafði verið framkvæmdastjóri í fyrirtæki sem hafði starfsemi í Singapore og Filippseyjum okay. Það gerist að Marcos lokar landinu sem að hlýtur að vera einhver einræðisherra hérna á Filippseyjum þú kannski fact-checka það fyrir mig á meðan ég nefndi ekki að kynna mér það stóð bara í fréttinni með því þá fækkaði tækifærunum alls svakalega að vinna í Filippseyjum eigandi semst skipafyrirtækisins sem hafði boðið honum vinnuna sá sér ekki annað fært heldur en bara að loka starfsmenn í Filippseyjum og þetta gerði að verkum að hann kom til Íslands ef við spólum svona aðeins á undan þá eiginlega ástæðan af hverju Ísland þú kannski spyrði að því af hverju Ísland frá Filippseyjum svo að þegar hann var að vinna á þessu 5-stjörnu hóteli þá voru 2 íslenska fegraðdrottningar þarna og ungfrú Ísland á þessum tíma hét sýnist mér Anna Geirsdóttir fegraðdrottning og þau byrjuði að rugla saman reytum þarna bara meðan hann að vinna á hótelinu og hún í einhverjum skemmtilegum störfum og svo bara kvótaði upp á honum að sko ef hann mismunir ekki þá bygguðu saman á Filippseyjum í hátt í 2 ár Anna borðaði allan skrýtna matinn okkar og var ákaflega opinga hvert filippínskri menningu þau eruð ástofangin upp fyrir haus og ekki leiða löngu til að hún var ólétt þá var ákveðið í sammenningu þegar hún ólétt að hún myndi fara til Íslands til að eiga barnið koma svo bara tilbaka þegar það var orðið nægilega stórt til að ferðast já þetta sérstakt fyrirkomulag já og svo kemur fram að hún héldi framhald af því til New York til að vinna og svo bara áfram til Íslands til að eiga barnið hann varð eftir og hélt áfram að vinna á semst Sheraton hótelinu þannig að þetta alvöru samband þarna bara, ef ekki bara fara í fjarsamband svo kemur þú bara aftur þegar barnið fætt já, þetta stórmerkilegt en þú komst inn á hérna já, eftir þetta, hættur á hótelinu fyrir skipabransan Marcos Filippseyjar, þú fact-checka núna Marcos, sko, hann var einræðisherra þarna, stendur former dictator, en núna sonur hans Ferdinand Marcos Jr. Hann komin til valda þarna já, og hann hefur greinilega opnað landið þó aftur á einhvern tímpúnti eða gert eitthvað ég ekki alveg nægilega vel að mér í þessum filippísku fræðum því miður nei, akkurat það svo sem ekki aðal atriði hér og þetta semst gerir, hann fer í skipafyrirtækið átta sig síðan á því að kannski bara best að koma sig þaðan og tekur bara eitt bunkerinn úr landi bara þegar þeir eru að loka reksturum og finnur sig síðan leið til Íslands fyrst sinn og sko tengdapappans, þessi Geir var greinilega einhver sjefi á íslenska markanum hafði verið með eitthvað svona trading company og var í rekstri og svona í gegnum hans tengslanett þannig að hann að koma undan sér fótunum hann stofnar heildsölu því íslenski markaðurinn var ekkert með þær asísku vöru sem honum fannst vanta krydd og hann var með þess að segja hvítlaukurinn hafði ekki verið nógu góður þá kínverskið náttúrulega alveg svakalegur þau voru náttúrulega, kemur inn á það að þau opnar svona einhverja hliðarbúð sko. Já sko, hann opnar heildsölu sem hann rekur svo opnar hann líka, þetta alvöru frumkvöðull opnar hann líka þarna svona gjafavörubúð sem hétt Manila sem var með alls konar svona gjafavarning sem var rauninni bara verslun, gjafavörur, húsgögn og lítið hot með asískum sósum ég sakna þess svolítið að maður sé að fara inn í Rúmfó eða IKEA eða eitthvað það sé ekkert sósu hann var með þetta alveg upp á 10 og kemur hérna fram að það voru 4 asíubúar í Reykjavík þetta árið þannig að kannski var ekkert ekstra grundvöldu fyrir Nei, en hann svona frumkvöðull allavega hér á landi að því virðist í þessum asísku vörum og við náttúrulega Íslendingar eru svona hálfpartin asíu óðir sko við erum náttúrulega endalaust af stöðum góð matur úr asísku matarmenningu sko og úr einu í annað hann hafði alltaf aftur hann draum að stofna 5-stjörnu veitingahús sem hann svo gerði sem hét Mandarín en 1986 þá kemur kreppa hér á landi og hann áttaði sig mjög fljótt á því að það væri kannski ekki aurar
í pingju landsmanna til þess að vera að fara á 5-star fine dining. Var þetta í Ásgeirsbólgunni? Nei, þetta er auðvitað Krónubólgan seinni. Krónubólgan seinni, já. Og upp úr þessu sér hann bara að það væri kannski frekar markaði fyrir svona ódýran take-away mat á viðráðanlegur verði. Það er rauninni tilurð Nings og ég sé ekki betur en að þetta sé 86. Þín segfræði segir 91. Já, þannig að mögulega fer hann af stað. Í fyrra voru þau með 30 ár. 30 ára afmæli, sko. Já, sem næði þá til 91. 91, sko. Já, mögulega fer hann af stað og svo koma þeir inn í reksturinn þarna. Þetta hér þurfum við aðhald. Klálega. En það fylgir líka, sko, milli 2003 og 90 þá ákveður hann að flytja til Portugal með dóttur sinni. Milli 2003 og 90? Nei, 90 og 2003. Já. Hann fer og kemur aftur og það var svona svolítið flakka á honum, sko. Ég sé bara... En það virðist sem að hann eigi ekki staðinn. Ekki í dag. Ekki í dag og ekki allavega þar til 2006. Og svo sagðið þú mér að þú hefði fundið grein við... Frá 97. Já, þar sem að þeir voru að opna nýjan stað. Já, í henni Kópavogi miðunni. Og þar, okkar gögn ná bara ekki svona aftur, en Bjarni kemur greinlega mjög snemma inn í þetta og rekur þetta enn þann dag í dag. En þetta er svona saga stofnandans. Það er reyndar ein helviti góð mynd hérna, mynd af honum, auglýsing í blaði og það stendur bara, ég skal kenna þér að elda. Og hann var með Nings matreiðslu skóla 4 daga í viku. Já. Kostaði 8.000 kall, 93. 93? Já. Það hefur nú verið alveg hellingur. Já, við þurfum að upprekna þetta. 93, það herrans árið ég fættur, sko. Þetta gæti verið... Þannig að hann var svona viðlóðin reksturinn en fór á eitthvað flakk og síðan ekki söguna meir, segi ég. Hann er náttúrulega í öllu auglýsingefni núna. Já, hann er andlit fyrirtækisins, sko. Já, akkurat. Og ég hef gaman á honum. Þetta hefur verið hugsjónamaður að einhverju leiti. Já. Klálega. Algjörlega. Hefur náða að stimpla sig inn í íslenska matamenningu. Það er alveg klárt mál. Þú sér hvern asíska matsölustaðinn sprett upp og fætur öðrum. Já. Og hann er forsprakkin að því. En ég ætla að fara aðeins yfir rekstrarsöguna, sko. Og hún er dálítið skrautleg. En þetta félag hérna, Nings EHF, er stofnað árið 2006. Þrátt fyrir, eins og ég nefndi áðan, að Nings hafi verið í rekstri frá 91 samkvæmt mínum heimildum. Já. En sem fyrr, þá fór ég yfir alla ársendingar sem ég boðið voru og ég rak augun í eitt alveg stór skemmtilegt hérna, til að byrja með. Ja, skemmtilegt fyrir mig, en líklega ekki svo skemmtilegt fyrir þau á sínum tíma, en þau eru þarna að hefja rekstur á þessari kennitölu á árunum fyrir hrun og það var mikil stemning í samfélaginu þarna 2006, $7 í 60-70 kalli og við vorum bara að sigra heiminn, sko. En þetta fyrsta ár hérna 2006, það fer nokkuð rólega af stað. Þetta er 3,5 milljón króna tap og í raun ekkert meira en það að segja. Svo kemur 2007, veislu ári mikla, könnumst öll við það. Þá er það að hagnast hérna 5,3 milljónir og þá er bara blásið til sóknar, einfallega. Hér er keypt bifreið fyrir 6,7 milljónir króna. Vinnubifreið. Já. Nei, ég segi svona. Hvað kostar Range Rover, hvað var hann á þessum tíma? 6,7? Já, var þetta Range? Ég segi svona. Það er reyndar eitt hérna sem ég tók eftir í auglýsingum Nings að þau voru bjóða fríar heimsendingar. Já, það. Hvenær var það? Það var reyndar bara fyrir 2000, sko. Já, þetta hefur öllum líkindi verið einhver bílafloti. Ég segi nú bara svona. Ég vonaði að vera með Range Rover. Ég meina, er eitthvað betra heldur en að fá hérna eggja, hveiti, núðlur deliveraðar í Range? Það er rándýrt, sko. Held ekki. En sko, þetta er valla frásögufærandi þessi bílakaup nema fyrir þær sakir að auðvitað var bílinn keyptur og gengistryggðu láni sem var, svona einhver heitasta vara bankana á þessum árum. Þessi svokölluðu myntkörfulán og það var sérlega vinsælt þarna að taka bílalán í erlendri mynd en ágætis hluti húsnæðislána voru svo sem gengistryggði líka. En þetta er einmitt það sem ég fann svona skemmtilegt að sjá því að þau eru ólíkt öðrum með frekar svona nákvæma ársreikninga frá þessum árum. Sundurliðin það er sjóðstreymi en rekstrarreikningurinn reyndar, þú veist, sýnir bara hagnað.
voru allir rekstrarreikningar frá þessum árum, þú veist, í einhverju fokki sko. Þau eru með sjóðstreymi og allt og ég gæti séð allan fjandann sem var að gerast þarna og þetta eitthvað sem ég hef ekki séð áður sko, þessi gengistryggðu lán og hvernig því framvindur, en kom nánar inn á það eftir, það var í rauninni ekkert annað merkilegt en það sem gerist inn á 2007 en svo þar náttúrulega enga doktorskráðu til átt að segja á því hvað gerist þarna fyrir lánið 2008. Höfuðstóllinn, hann rúmlega tvöfaldast upp í, tæpar 15 milljónir og sko þrátt fyrir að afborganir sko, það sem gerist þarna að þau eru að borga 2 milljónir af láninu samt stendur höfuðstóllinn í 15 milljónum. Þetta lán var upp á þarna einhverjar tæpar 7 milljónir króna sko. Þannig að þú sér það að þau eru strax komin í vesen með lánið og ekki nóg með það, þá bæta við sig þetta ár 2008 4,7 milljóna króna gengistryggðu láni í viðbót sko og kaupa aðra bifreið fyrir 5,5 milljónir og innréttingar fyrir rúmar 22, þú veist, það er alvöru gýr bara dottinn í mannskapinu þannig átti aldeilis að taka þátt í partíinu og þau eru meira að greiða sér sko arð upp á 4,3 milljónir króna og þú veist, hér er bara einhver harmleikur í uppsiglingu sko en sko þegar hér er komið við sögu Bjarni Óskarsson skráði 92,5% eigandi af hlutafé félagsins kemur allan fram hérna í ársreikningi sko 2007 að rekstur allra Nings útibúa hafi verið yfirtekin af Nings EHF frá Sælkerabúðinni EHF þann 1. nóvember árið 2007 bara svo það komið fram sko þannig að hver átti þessa Sælkerabúð, ég fann ekki út af því en mér finnst líklegt að, ég held að Sælkerabúðin hafi haldið utanum. Já, ég er enda með 1 punkt með þetta, ég komst að því að samhliða Nings á ákveðnum tímapunkti voru þeir að reka Sælkerabúð með asískum vörum. Þeir í rauninni hafa verið eigendur af Nings, þú veist, líka þá, fyrir 2007 sko. Akkurat. En, já, bara ég vildi taka þetta fram. En þó var þetta ár, hérna 2008, bara svona fínasta ár hérna, hagnast tæpa 21 milljón sem hefur verið hérna líflína á, þú veist, þessu erfiða ári í þjóðfélaginu. En svo það árið 2009, þá það að tapa rúmlega 18 miljónum og þetta eru svakalega sveiflur hérna á milli ára. Þannig þau komin í neikvætt EIF, yfir þetta 100% skuldalhlutfall. Lánið stendur núna rúmlega 26,5 milljón. Og búið að hækka 19 milljónir króna, þú veist, hérna, maður sjá, búið að hækka úr 19 milljónum fyrirgefið, upp í 26,5 á þessu eina ári. Og nota bene, þau eru enn að borga af láninu, þú veist, þarna, þetta ár 2009, 3,5 milljónir. Er þetta eina bílalán? Já, samt í láni bara hækka. En þeir taka vissulega, sko, vissulega þetta bílalán og svo í upphæfi fyrir 7 og svo fyrir 4,7 þannig að í rauninni upphaflegur höfuðstóll kannski svona kringum 11-12 og þarna stendur þetta í 26,5 og þau eru eins og ég segi öll þessi ár líka að borga af láninu sko þannig að þessi gengistryggðu lán það veist þau voru kanser sko. Þú veist, ég var að fara að kaupa með nýja Tesla núna á verðtryggðum gengislánum. Binni er búin að vera að senda mér þetta. Binni, hann kemur nú eitthvað við svo hérna. Þú þurfum kannski aðeins að kíkja á þetta. En sko, hérna á þessum tíma, það ekkert sérlega bjart yfir, en allavega nógu bjart til að greiða út 500.000 í arð. Ég skil reyndar ekki hvernig það mátti því að þau eru í neikvæðri eiginfjárstöðu. Það að segja að þau eru með ójafna tap, en ekki það sem kallast óráðstafað EIF. Ég held að væri einhvers konar skorða á arðgreiðslur þegar þú komin niður fyrir 0 þar, sko. En þeir virðast ekki hafa látið segja sér til syndana, sko. En annars gerist svona ekki mikið meira en það 2009, 2010 lítið merkilegt þar líka þjóðin ennþá bara svona timbruð eftir hrunið og þetta svona mallar hagnast einhverja rúmar 3 millur þetta ár sýnist mér endur fjármagna lánið yfir í venjulegt óverðtryggt lán en samkvæmt rekstrarreikningi gengismunurinn samt sko jákvæður upp á 7 milljónir svo höfuðstóllinn hefur krónan hefur styrst þarna því að höfuðstóllinn að lækka þú veist þau hafa líklega endur fjármagna gengistryggða og þegar gengi var hagstætt og eitthvað svona en skiptir ekki öllu þau eru allavega ennþá komin bara í frekar slæma skuldastöðu út af þessu vesinni svo 2011
tapa tæpum 5 milljónum, hér sýnist mér staðan vera orðin dálítið þung bara, komin í 105% skuldastöðu, taka nýtt lán upp á rúma 12 milljónir króna, fjárfesta fyrir 3,6 í bíl og 13 milljónir í vélatæki og áhöld, samanlagt tæplega 17 milljón króna fjárfesting, binni í bankanum, hefur bara verið að dæla í þau þarna. En svo kemur gott ár hérna 2012. Það er 17,4 milljón króna hagnaður, rífa sig upp í jákvætt eigið en fyrst hér tek ég eftir því efnahagsreikningurinn hérna hjá þeim er að, í efnahagsreikningunum er þetta tæplega helmingur eignanna sem eru kröfur og tengd félög, eða 32 milljónir. Og þetta ár hækkaðu 16 milljónir í þeim lið. Það er hvergi gefið fram hvaða félag þetta er í neinum ársreikning, en ég spyr mig, þú veist, hvert eru þau að dæla þessum pening? Já, þetta eru náttúrulega, þau eiga kröfu á þetta tengda félag. Þetta tengda félag skuldaði 32 milljónir. Og þú veist, mér sýnist þau bara vel þurfa á þessum pening að halda sjálf, þessum 32 milljónum, en samt eru þau að dæla þarna í eitthvað tengt félag. Amen. Við komumst kannski að því á eftir, en sko, hérna 2012, þetta var annars bara ágætis ár hjá þeim. Svo er það 2013, það er bara nýtt ár, nýtt lán, taka 3 milljón króna lán og binni í bankanum bara hlýtur að vera farin að þreytast hérna. Er þetta bara árlegu fundur með binna á... Það virðist vera, ég meina, og það mun ekkert skána, sko. Já. Ættu þau sé að mæti í útibúið eða er þetta bara á netinu? Nei, líklega ekki þarna. Þarna var þetta bara mætti í jakkafötunum, sko. Já. En svo hérna fjárfestaði í rekstra fjármunum fyrir 7 milljónir. Hagnastóðum 2,5 milljón þetta ár. Og enn hækka þessar kröfur á tengd félög komur upp í 46 milljónir. Þú veist, ég skil ekkert í þessu, sko. Ágætis útlit samt, sko, skuldastaðan hangir þetta ennþá undir 100%-unum sem er vel. En svo gengur 2014 í garð og þá er tapið på tæpar 8 milljónir og það er enn eitt lánið. Og í þetta skiptið virðist að vera fyrir fasteign sem þau kaupa fyrir 15 milljónir króna. Kaupa það með hérna 77,5% lántöku, rúmar 11,6 milljónir að láni. Er ekkert farnir að hólka svo fasteignir þarna? Ég var að segja það. Nú, já, sorry, ég datt. Þú varst í tölvunni þarna. Já, ég nefnilega var að flettu beinum hjá mér, hann var með fasteignir. Ég var að segja það, þau hérna, þetta er tapið på 8 milljónir, samt kaupaði hérna fasteign fyrir 15 milljónir. Kaupaði með 77,5% lántöku, 11,6 milljóna lán. En þarna er skuldastaðan orðin 107% og skammtíma skuldunar komnar upp í, sko, bara upp undir 100 milljónir. Og eru í tæplega 50 milljón króna viðskiptaskuld og kröfur á tengd félög halda áfram að hækka og orðna tæpa 58. Og þú veist, eins og ég segi, ég bara skil ekki í hvað tilgangi að vera að dæla þessum pening út. Það er eflaust einhver sem að kannski átta sig á því. Það förum yfir í 2015 og þá er ég bara að segja að útlitið er svart, taka lán fyrir 30 milljónir, takk fyrir, og er að tapa 9. Þannig eru þið farin að borga 8 milljónir króna í afborganir af lánum, bara árlega, skuldastaðan komin í 114%. Ég verður ekkert meira að segja það, herrans ár að segja. Þetta er bara fallengun. Ok. 2016, talsveit skárra ár, hagnast hérna tæpar 14 milljónir og eru nú farin að sjá hérna erum við farin að sjá einmitt þessar tekjur í rekstrarreikningum og mikið selt á djúpsteiktum rækjum þetta ár og þau eru að velta hérna rúmum 590 milljónum og það er reyndar aðeins hærra en ég hafði búist við, sko. En þau eru vissulega með nokkur út í bú, sko. Varstu komið tölu á það? Ég með það. Hvað er þetta mörg út í bú? Sko, í dag eru þau 3. Þau eru 3 í dag? Já. Voru þau ekki fleiri eða? Gæti verið. Sko, Kringlands og hérna í Hlíðasmáranum og þau voru náttúrulega líka þarna á Tryggvagötunni. Sko, Suðurlandsbrautin hefur verið frá upphafi. Já, Suðurlandsbrautin, já. Hlíðasmárin þokkalega lengi, eða allavega hérna í Kópavoginum. Svo er ég með skráð hjá mér að þau sé á Stórhöfða líka. En ég held þetta sé rétt hjá þér, þau voru á tímabilin í Kringlu. Já, svo er það líka, já. Svo er það, já, sko, aðeins inn í þetta árið 2016, sko, þarna eru fyrstu sundurliðarnar í rekstrarreikningum og ég tek eftir því að þau eru með svona sæmilega launakostnað 48% tekjum, sem er samt ekkert endilega svo galið í veitingagerunum, en það sem stakk dálítið í augun var þessi annar rekstrakostnaður. Hann er 91 milljón og var svipað árið áður og er í rauninni bara gegnum gangandi öll þessi ár. Og það er, þú veist, þetta hiti, rafmagn, húsaleiga og fleira, en þú veist, þetta er kannski ekki galið hlutfall 15,5% tekjum.
ég veit ekki, þetta er kannski bara normalt. En mér finnst það eitthvað allt og há upp að 91 miljón. Ég veit ekki. En allavega, annars þetta ár 2016 bara ágætt fasteignin sem þau kaupa þarna 2 árum áður, hún færð upp í virði um 12,5 miljón. Og hvert virði hennar komi í tæpar 26 miljónir. Og þarna eru þau basically að fá bara virði lánsins fært upp í virði, sko. Svo þau eru að fá þarna alveg topp ávistun á eiginfénu, sko. Sem við lögðu til með. Lögðu inn í byrjunsi. Ég veit ekkert hvort þau hafa verið endurfjármagna, en með að við 11,6 miljón krónar lántöku á þessu 15 miljón krónar húsnæði, þá má ætla að EIF hafi verið 3,4 miljónir. Ég með fyrir þetta. Þannig verið fasteignar búin að þrefalda eða fjórfalda það EIF, sko. Ég að mörguleiti. Ekki öllu. Sammála að þetta hár annar rekstrarkostnaður. En hér í minni samantekt, ef ég tek 2020, þá eru öll stærstu með 17%. Já, það svoleiðis. Já, ok. Það gegnum gangandi. Já, það einmitt. Veitingageirinn, ég veit ekki. Já, en samt 17, þetta virðist vera svona, það bara þetta ár sem þetta 15,5, svo hækkar hlutfallið eitthvað, sko. En þetta virðist greinilega vera normalt. Ég veit ekki, mér fannst þetta eitthvað bara svo stór upphæð með Nings, ég veit ekki. Já, ok. En allavega, áfram með smjörið. 2017 dembum okkur bara beint yfir það. Þarna ákveðum við að skreita efnahagsreikningin með þessari áðurnefndu óefnislegu eign sem vörumerki. Já. Og metamerkið á 45 miljónir króna, takk fyrir. 2017. Já. Og þetta ár eru þið að tapa hérna 2 miljónum í 603 miljón króna veltu. Og eins og ég segi, nýtt ár, nýtt lán, taka 23,5 miljón króna lán. Og nú eru þau komin í rúmlega 50 miljón krónar skuld við lánastofnunir, en þetta ár virðast þau hafa fengið greitt eitthvað frá þessi dularfulla tengda félagi en 33 miljónir króna, og það gott að eiga þennan hauk í horni svona, til að ná að halda þeim á floti. Já, þú veist meina það, þetta bara... Þetta bara náttúrulega bara einhver tilfærsla á fjármagni, sko, þú veist. Það líflína. Þetta þessi líflína og við komum nánar inn á það, hérna bara förum yfir í 2018. Það var frábært ár fyrir þá sem hata Nings, sko. 45,7 miljón krónar tap, takk fyrir. For all your haters. Já, salan dróst líka hérna öllítið saman, fyrir niður í 578 miljónir króna. Og það nýtt lán tekið sem fyrr, nú upp á 9 miljónir króna og það sem virðist halda þeim á floti núna er að viðskiptaskuldinnar að hækka 30 miljónir á milli ára. Þannig að 2017 og 2018. Og þessar viðskiptaskuldir eru náttúrulega bara skuld við Byrgja. Reyndar gæti þetta verið yfirdráttur, sko. Já. Og ég nokkuð vissum að hann falli undir viðskiptaskuldir. Ég sé það einhvers staðar áður. Og það náttúrulega ekkert annað en bara bullandi skammtímalausn. Þú veist, enda þetta, þú veist, svo kallaða skammtíma skuldir, sko. Já, ég talaði á hann að það væri gott að eiga hauk í horni, sko. Já. Þessi haukur, nánar tiltekið þetta dularfulla tengda félag, kemur inn hérna á hárréttum tíma, bara svona rétt til að halda pinginu þeirra á floti og greiði þeim 12 miljónir króna. Og þú veist, þetta bara að fara að minna á þarna Ernina í Lord of the Rings, kom alltaf akkurat í tæka tíð rétt áður en allt fyrir til fjandans og bjarga málunum, sko. Leifa þær að býða, eins og með Gandalf, þeir leifa honum að býða nógu lengi, sko. Ég er að segja það, býða nógu lengi, svo bara, herðu, já, við skulum. Og þetta virðist alltaf vera nægilega há upp að þið til að halda handbæri fyrir þetta bara rétt yfir núli, sko. Já. Sko, þú veist, sjóðstreymið bara búið að vera nánast á núli alveg frá upp að þér, segja handbæri fyrir, þetta alveg ótrúlegt, sko. Hérna eru þið komin bara í bullandi skammtímaskuldir, 0,44 í veltufjárhlutfall sem við viljum ekki sjá. Skuldahlutfall í 115% og ráðstaf EIF orðið negatíft 51 miljón og ég á bara erfitt með að líta á björtu hliðarnar upp úr þessu því miður. Það var rauninni rétt metið hjá mér því að tapið heldur áfram að samlast upp. 39 miljón krónar tap árið 2019 staðreind. Það er staðreind? Já, 10% samdráttur á sölunni að velta rúm með 520 miljónum króna og virðast vera farin að fækka starfsfólki hérna því að ársverkum fækkar úr, 45 niður í 40 milli ára. Og nú þekki ég ekki hvort við hefur hreinlega bara lokað einhverju stað eða bara sagt um fólki en hér staðan bara orðin slæm, hreint út sagt. Það er þó hérna fasteignamat á fasteigninni, það er orðið 42,6 miljónir króna.
Ég er minna á það að hún er keypt hérna 2014 og 15 svo það eru einhverju ljósi punktar hana. Já. En þú veist, enn eitt lánið þetta ár 2019 og hérna maður sjá já, það, nú er það 15 milljónir svo sömulegis var greiðsla frá tengdafélaginu upp á 17 svo þau virðast bara endalaust ná að halda sér á floti. Þetta þú vilt meina þetta sé bara gíra. Já, en hér er ekkit mikið eftir aðeins hornhauki sko. Þetta er aðeins 8 milljónir sem þau eiga í kröfur. 8 milljónir eða svo. Þú veist, sé svo hérna þetta ára að þetta tengdafélag virðist vera móðurfélagið, Sæmundur EHF. En það er náttúrulega ekki stofnað fyrir 2015, svo það hefur verið eitthvað annað félag á bakvið þessa kröfur og tengda aðila fyrir það sko. Það hefur þá kannski verið í Salkýra húsið eða eitthvað. En eins og ég segi, þetta virðist vera einhvers konar tilfærsla bara á fjármagni milli félaga eiganda, þú veist, og auðvitað, þetta er skuld, eða þetta er kröfur á tengda aðila. Já. Þannig að það virðist vera að þetta séu hérna, bara þessi tilfærsla. Nóðum það. En sko annars er þetta 2019 ára alveg bara ferlega daburt. Hér er veltufjárhlutfalli komið gjörsamlega down the shithole 0,18. Skulda hlutfalli farið að sleikja 150% og þetta fer fljótlega að verða bara dauðadæmt með þessu áframhaldi sko. Þau eru ennþá með Ég líf bara eins og þessi mættur í jarðaför sko. Já, þetta er alveg hrikalegt að heyra. Ég meina, eru þau ekki alveg örugglega opin ennþá? Jú, ég meina Þetta eru þau orðin gjaldþrota? Þetta eru nágrannar okkar. Ég er bara hrættur að fá alveg brjálu hérna upp. Nei, ég meina við erum bara að fara yfir staðreyndir hérna. Já, ég er þetta farin að Ég versla meira við það. Já, en þú veist, það er náttúrulega hægt að túlka ársreikninga á marga vegu, sko, en já, þetta er fúgasi. Þetta auðvitað nei, ég myndir ekki segja fúgasi. Ársreikninga getur sagt af hverju erum við að gera þetta? En ekki endilega, nei, ég segi svona. Ekki endilega alla sóla söguna. Nei. En hérna, það er alltaf hægt, þú veist, ég met stöðuna slæma út frá ársreikningunum sem eru hér, sko. Og ég var að viðurkenna að ég var bara smá stressaður orðin á þessum tímapunkt að kíkja á nýjasta útgefna ársreikningin 2020 en hann var þó nú skömminni skárri en hinni tveir á undan. Hér er tap rétt upp á tæpar 13 milljónir króna. Hérna eru vaxtagjöld af lánunu þeirra. Þau eru orðin 9 milljónir króna. Og afborgunar hlutin rúmar 10 og það var svipað upp á teningnum árið áður. Ég fór svona aðeins dýbra í þennan 2020 ársreikning eins og vanninni hjá mér en tekjurnar voru þetta ár 535 milljónir króna. Örlítil hækkun frá 2019. Vörunótkunin, þetta umtalaða COGS, kostnaðarverðs seldra vara, það er 181 milljón sem er 34% af tekjum sem gerir álagningu upp á 194%. Sem ég held að sé bara svona nokkuð ásættanlegt. Kannski fær nánar yfir það hérna á eftir bara. Já, ég hef nú átt að slá þessu upp. Ég skal bara taka þetta saman snöggast. Svo eru laun og launatengd gjöld 264 milljónir króna af því fara 217 milljónir í hrein laun og með við 38 ársverk gerir það 476.000 krónur á starfsmann á mánuði sem er bara allt í lagi. Við höfum séð það alveg talsvert verða sko. En svo þú veist, hér er ennþá þessi þungi annar rekstrakostnaður sem fyrr í kringum 90 milljónar. Það er því miður engin sundurliðun á því, en þetta er væntanlega bara, þú veist, eins og ég segi, bara leiga á viðhald á stöðunum sjálfum. En þessi rekstrarreikningur skilast staðan eins og ég nefndi áðan, það er bara 13 milljónir króna í tap og þá skulum við bara demba okkur yfir í efnahagsreikningin. Skulum hafa hann í boði Payday í dag. Já. Payday og við kunnum þeim bestu þakki fyrir samstarfið. Já, sko, eitt sem að má segja Payday núna er Ningsmætti alveg við því að nota mælaborðið þeirra. Já. Til að vita bara klálega stöðuna mánuð frá mánuði. Já. Heyri Payday. Já. Fá þetta bara. Ég held að við getum lækkað annar rekstrakostnað helling með þjónustu frá Payday. Ég held að. Og já, það er ekkert fleiri það að segja. Nei. Þetta er frábært system bara fyrir Energia og aðra. Þannig að við mælum heilsuga með þeim. Takk fyrir okkur. En svo er það efnahagsreikningurinn. Þetta eru heildareignir upp á rúmar 123 milljónir og stærstu hluti af því er hinn margrómaða fasteign sem stendur á bókverði í 44,5 miljón. Hvergi komið fram hvar þetta er eða? Nei, það finnst ekki í ársreikningun. Nei, ok. En já, það var enn einn matshækkunin þetta árið. Fasteignamati komið í 44,9 milljónir. Svo
þú veist, úr 15 milljónum í 44,9 á, hvað er þetta, 6 árum. Ágætis fjárfesting, sko. Hvað þarna, tekur eitthvað veltu aukninguna? Þetta búið að vera 500 núna, hvenær takaðu stökkið? Búið að vera samdráttur, sko. Það er náttúrulega, ég sé ekki veltuna nema frá árunni 2016, sko. Nú, það er ekki lengra en það. Og hún var hvað þá, 500 þar? Ég held að hún hafi verið 600. Já, hann hefði, þú veist, Ningsarinn. Þetta er búið að vera í halla, sko. En þetta er bara búið að malli í 500-600 miljónum í 7 ári núna. Já. Ég bara velta fyrir mig hvernig það hefði slikið stóra stökkið, sko. Já, ég þekki það ekki. Nei. Það er, eins og ég segi, það hefur verið þarna fyrir árið 2006. Já. Eða, þú veist, frá 2006 til 2016, ég náttúrulega sé ekki sundulega að tekið þar, sko. Kannski 90, þegar hann var með þessi matreiðslunámskeið. Hver veit. En svo er það skuldirnar, samanlega skuldir við lánastofnanir. Það eru orðnar 65 milljónir króna. Og það er að veru skammtíma skuldirnar til lánastofnana 27. Og ég bara sé það ekki gerast í miður. Og þau bæta við sig hérna 9,5 milljón krónar láni þetta árið. Og ég er bara hættur að kippa mér upp við það persónulega. Þetta er í raun orðin bara svakaleg skuldarsúpa hjá þeim og þá sérstaklega til skamstíma. Það sem skamtíma skuldindar standa í samtals 154 miljónum. Veltu fjárhlutfalli orðið hérna 0,16, skuldahlutfalli 156, bullandi neikvætt eigið upp á 69 miljónir. Og menn spyrja sig bara hvernig í óskopunum þeir ná endum saman, skilur. Og þú veist, þetta árið, og þá er það, þú veist, hér er enn eitt tapárið í rekstrinum en sem fyrr þá náttúrulega er þið tengda félag. Það kemur þann inn, fljúandi yfir og bakkað upp með greiðslu hérna á útistandandi kröfu. Í þetta skipti er þetta 3,7 milljónir. Þau eru að loka árunni hérna með 430.000 króna innistæðu á bankanum, það er að segja handbara fíði. Og svona er þetta búið að vera bara öll árin. Lokandi árunni bara með grunnri pingju, sko. Og þú veist, eins og ég segi, sko, það virðist vera sem að lántakan pluss greiðsla á þessum útistandi kröfum til tengst félags sé alltaf að halda þeim á floti ár eftir ár eftir ár. Og þetta er rauninni ótrúlegt, sko. Og núna, eins og ég sagði, þess að krafa við hérna, kröfu við tengt félag, nú er það bara búið, sko. Þau eru bara komin niður í einhverja 4 milljónir þar og það er ekki þetta að bakka það upp endalaust, sko. Nei, ég held ekki. Ég bara veit ekki, þú veist hvað ég á að segja, það verður bara spennandi að sjá útkomuna hérna 2021, já, eins og ég segi, þau bara eiga ekki mikið meira inni og það hefur verið þeirra mikið meira inni þarna í kröfur og tengt félag sem hefur verið svona þeirra haukur í horni. Sérðu fyrir að hringja og panta djúpsteiktar rækjur og skuldasúpu? Já, ég meina, mér langar bara að fara á Nings núna og kaupa allt. Ég meina, ég er aðdáandi. Ég vil ekki sjá þið falla. Þú hefði betur tekið þetta með í bústæðin. Já, frekar en Dominos. Já, en þú veist, ég er mjög leiðilegt að sjá þetta, sko. En, og þú veist, svo er þetta líka, þú veist, þau eru búin að vera að greiða niður þessi lán, alveg frá stofnum félagsins og ég verð bara að segja að þetta, þú veist, já, þetta lítur ítla út, allavega á blaði, sko. En þetta var þung yfirferð. Já, þetta var þung. En hún átt að vera þung. Hún átt að vera þung. Út af tölunum, það var ekki annað hægt. Ég vil meina að þetta gengistriða lán hafi verið bara upphafið af öllu þessu bulli, sko. Já, þessi Range Rover þarna við vitum undar ekkert um það. Nei, þetta var ekkert Range Rover, þú veist, við vitum það ekkert. Þetta myntkörfu lán, gengistriða lán, það kom þeim af stað í einhvers konar vítarhring, sko. Já. Sýnist mér, en hérna, þú veist, þetta bara lítur illa út á blaði, sko. Ég bara veit ekki hvað ég á að segja meira, sko. Nei, heyrðu. En ég bara þakka fyrir hlusturina. Já. Þú ert með eitthvað... Já, ég ætla bara að þerra tárin og snýta mér og... Ertu með eitthvað jákvæða punkta inn í annars dabra umræðu? Já, bara oft eftir fallega jarðarför, þá fer maður og spjalla við fólkið og fær sér að borða og minnist. En við erum ekki alveg komið þangað, þannig að ég ætlaði bara svona að taka léttan samanburð við... Þau eru ennþá í rekstri, en... Aðra í sama geira. Og hvernig er best að gera þetta? Og við kannski komum inn á Kelduna sem að okkar annar frábær samstarfsaðili. Já, Keldan. Og þau eru með hérna áskriftina og það er náttúrulega gífulega mikilvægt fyrir okkur sem að hérna erum að hringla í þessu. Það er samanburðurinn.
Akkurat. Og þú hefur verið að taka hérna núna samanburði í síðustu ársýningaþáttum og þetta er náttúrulega frábært tól fyrir það, þetta sparar náttúrulega eðlan tíma. Tímasparnaður. Og það er gaman að vera grúska í sig sjálfur, hérna getur þú borið bara saman hérna iðnaði, markaði skilur. Já. Bara fyrirtækina saman markaðar, séð bara hvernig hérna munar á hlutföllum og öðru. Ég er líka með lítið tricks ef það er einhver sem að vantar svona aðeins að selja þetta að hérna fá að kaupa þetta. Þetta er bara sjálfsögum mannréttindi að þú ert að vinna í einhverju fyrirtæki að pikki yfirmanninn og segja, heyrðu, ef ég fæ svona aðgang þá get ég farið að fylgjast með samkeppninni og bara orðið miklu svona virkari í það að vita hvernig samkeppnin er að hreyfa sig. Klálega. Og þetta er bara gott fyrir stjórnendur að vera með virka undirmenn sem að læra að lesa ársreikningana betur sko. Já, þetta eru lykiltölur úr bara, hvað er það, yfir 20.000 hérna, íslensk fyrirtæki sem eru þarna og þetta auðvelda manni bara úrlestur og samanburð alveg hérna. Tímasparnaður er 1, minni villur 2. Sammála því. Og við kveikjum á kertum fyrir öllum þeim sem er ekki að nota kelduna. Já, sko, bara svona komið sér frá mér, þetta er svo mikið, ég vil helst hafa þetta svona. Já, ok, tökum bara hérna, þetta er Nings, þetta er hraðalestinn, Kruatai, Phoenix, Thai matstofan og svo þegar ég datt út á hann og til að tala um fasteignina, þá hendi ég upp Vogon. Já. Maður er svona eiginlega gleymið, það er new kid on the block. Asísk matagerð, sko. Já, bara alveg splunkunýtt, svona þannig, hvernig var stofnað, 17, 16? Já, eitthvað svona. Allavega, bara rétt rennum við veltuna, 2020, þetta er COVID-ár. Þeim samt, sko, þeir eru nokkur svona þrautsig, resilient. Já. Nings er eiginlega bara, kannski eins og þú segir, verst rekið í þessum hópi. Já, ég meina, þú veist, það þarf að hagraða einhverju þarna. Það er nokkuð ljóst. Og ég er með punta með það. Það er náttúrulega langsamlega flestir að vinna á Nings, 38 starfskildi, á að ég tel 3 útibú. Já. Á meðan að Kruatai sem að velti 323 er til dæmis með 28 starfsmenn. Já. Hraðalestin er samt næst stærst í þessari kreðsu, 445 milljónir í veltu. Já, er Nings stærst? Já, með 530. Af þessum svona Asian Fusion veitingastöðum. Það er annað með Vogon, leina á sér helvítin á þeim. Þeir eru með annað sem heitir Vogon mathöll. Þannig að það er eins og að sé annar reksturinn í mathöllinni. Já, er það á Höfðanum eða? Líklega. Nei, eru þeir ekki í Borgartúni? Vogon er á Höfðanum. Hefur þið farið í annað Borgartúni? Þeir voru náttúrulega originally í Borgartúni. Kannski er ég bara þar. En þeir sem sagt, ég tók bara Vogon kennitöluna, hún velti 250. Svo er önnur sem að veltir 110, þannig að 106. Minnstir, nettastir, hattaralegastir, Thai matstofan. Thai matstofan, ok. Velta 78. Hún er í Skeifinu eða hvað? Já. Og eins og ég segi, nettastir og pattaralegastir. Þú færð, sko, ef þú færð og pantar hjá þeim, það er svo pattaralegt hvað er alveg tróðið í bóksinn, sko. Ég hef borðað þar, sko. Þetta er einmitt vel útilátið þeim. Já, klálega. Hvernig er staðan hjá þeim? Þeir, sko, þau eru lean, mean, fat, EBITDA killing machine í þessum hópi. 26% EBITDA, þetta er 3,5 starfskildi á 80 miljón krónar veltu, allt er góð með það. Tekið per starfsmann, 22 miljónir. Hinn eru næst með 17,8 hraðalestin. Þannig að fyrir maður að spyrja, er hægraði eða opna annan stað? Það virðist ekki vera það. Hjá matstofunni, nei. Bara til hvers. Þau eru bara með þetta eina, er þetta ekki bláhúsunum í Skeifunni? Jú, pínu lítið rými. Mjög fljóta afgreiða. Rétt í dagsins er yfirleitt solid, sko. Komið traustan kúnahóp, sko. Já, og náttúrulega kom bara langbest út Cox plus laun 63%, ef við rúlum aðeins yfir það, þú komst inn á aðan að Nings sem er 49% launahlutfall. Já, voru með það þarna. Já, 2020. Þau eru með frekar hátt Cox plus laun, sko. Já. Þetta eru þau bara að tapa. Þau eru 83%. Öll hinn samanburðar í asísku kreðsunni eru undir 80%. Og Thai matstofan lægst með 63%. En ef við tökum eins og hérna Krúa á hraðalistina sem eru bæði að velta 300 og 400 milljónum. Þá er launakostnaðurinn hjá þeim 45 og 44%. Þannig að þetta er alveg, Ningsararnir þurfa aðeins að taka til, sko, maður sér það. Ég meina, þetta virðist vera, ég meina, hvað er eitthvað svona heilagt Cox plus laun hlutfall í þessu til að lifa af? 75, 70? Ég meina, Nings er búin að lifa á þessu hlutfalli heil lengi, skilur. Öll hinn, þú veist, eins og við tökum hérna bara
er með jákvæða EBITDA í 76% Cox Plus laun. Þannig að en þú veist, ef ekkert verður að gert, nú ég ekki með ársins ég held að 80% sé bara drulla sér undir 80%. Núna hættum við að bóka núðluna með og fáum okkur smá kjúkling og trimmum niður. En ef það verður ekkert að gert hérna, þá spái ég bara gjaldþroti á Nings á næstu árum. Það er bara ekkert flóknar en það. Stór orð. Já, stór orð, en þú veist, það er bara það sem ársreikningurinn er að segja mér. Þetta lítur bara hreint ekki vel út. En mögulega er eitthvað Skúla Mó dæmi eiga sér stað hérna. Já, ég meina kannski... Þú veist hvernig Vá niðurgreiddi utanlandsferðir okkar síðastliðin ár fram að falli. Með sölu á kolumseiningum? Nei, með því að selja bara farverðið allt og látt. Það var bara verið að niðurgreiða okkur Íslendingana út. Nings er með lægstu álagninguna. Já, er það? Ok, nei, ekki alveg. Þeir eru 195%. Já, ok. Hraðlistinn 270%. Krúotæ 229%. Svo heyra helvitin í time-out-stofunni litlir, nettir og pattaralegir 164%. Já, þetta er þau láta líka svo mikið á diskin hjá þér. Fat EBITDA killing machine. Þetta virðist vera besta mótilið. Walk-on 153%, 7% EBITDA. Þannig að, þú veist, heilt yfir, Nings á það kannski aðeins inni að hækka hjá sér verðið. Það væri skref 1, 2. Ef ekki bara segja náttúrulega fækkun, ekki reka fólk, en þegar einhver hættir, ef við að sleppa því að ráða inn í staðan fyrir hann alveg strax og sjá hvort að Ditti hérna sem er í símanum í afgreiðslunni geti verið aðeins virkari. Þessi pæling, sko. Það þarf allan eitthvað að gera. Þetta mun ekki ganga svona mikið lengur. Nei. En svona heilt yfir samanburðin, ég myndi segja að asíska kreðsana markaði, hún er bara nokkuð heilbrigð. Ningsarnir er bara... Ertu með veltuna, samtalsveltu? Hvað er þetta stór markaður? Hvað veltir hann? Fyrir þetta? Já, er þetta ekki svona 5 stærstu sem þú ert með þarna? Jú, ég Þú gæti verið að gleyma. Þetta er 1,7 milljarður. Ef við tek market share af því, þú veist, það eru samt fleiri eins og þarna, ég var að hugsa að ég hefði kannski átt að taka þarna Vietnam, Fó markaðina. Svo eru kjúklingasúpunar sem þú kannast ekki við. Já, þetta eru náttúrulega bara matsölustaðirnir, sko. Já, það eru samt með, það er ótrúlega það sem hún að gleyma hvað þetta heitir, sem er að selja súpur. Já, ég man það ekki. Nei. Noodle Station. Noodle Station, já. Noodle. Já, já. Herru, ég fekk blóðnæsir þegar ég borðaði súpu frá þeim einu sinni. Hún var svo sterk. Já. Það sprakk bara æði í nefn á mér. Þú veist, við erum alveg að drulla að vera að gleyma þeim. Já, það er samt kannski, jú, vissilega. En maður er svona aðalega að hugsa þennan típiska, jú, auðvitað falla þau alveg inn í þann flokk, sko. Þetta skrifast á þig klálega. Já. Þið getið flett þessu upp bara kæru hlustendur, en ég held að þetta sé svona... Með þetta, af þessum 5, sem að ég held að séu svona með þeim stærri, núna verður við náttúrulega flett Noodle Station, sko. Svo náttúrulega gleymi síðan Ragang Thai líka. Já, þetta er enga veginn fullnægjandi. Þetta er eins og gorkúlu, Nings er dálítið svona, það er upphaflega hugmyndin, sko. Svo hefur þetta sprottið upp eins og gorkúlur bara út allt land. Já, við viljum meina það. Nei, ég finn ekkert kenndurlega Noodle Station. Heru, af þessum 5, sem eru svona, það má 6, þokkalega þekkt, á Nings með 31% markaðshlutdeild. Já. Þessar tölur þýða mjög lítið. Takk ég að mikilvæg varúð. Sorry. Ekki mæta inn á kaffistofu í vinnunum á morgun og segja Nings er bara með 31% markaðshlutdeild. Bara gleymdu því. Guðanabænum. Þetta er svona okkar ályktun núna. Af skamtíma ályktun. Já, skamtíma ályktun. Af skamtíma áhlaupi á þennan markað. Já. En já, þetta eru skemmtilegar pælingar og ég held að það er eitt annað hérna og því held ég alltaf inn í skjálnu Return on Sales sem við fengum úr málningabransanum sem er sem sagt rekstrarhagnaði félagana algjörlega sambarlegt þegar við erum með afskrifstinnar inn í rekstrinum sko deilt með veldu. Já, ég fór lítið yfir afskriftinnar sko en þú veist, Ningsararnir eru bara basically á núllinu sem gefur okkur það Nei, þeir eru með neikvætt EBIT náttúrulega. Að þeirra return on sales er mínus 1,2%. Time-out-stúan. Hvað? Þeir eru litlir, nettir. Jú veitir þeir segir, maður. Já, þetta eru helvítis sjeffar, peningapésar. Hvað er það? 25% Já, takk fyrir. Return on sales.
Þetta náttúrulega fyrirmyndarekstur og allir þeir sem það segir mér bara asíska matagerð getur kannski stúdera þá. Já, ég meina bara fyrir afgreiðslu starfsmannin sem stendur þarna á bakvið búðaborðið þegar þú lappar inn að skenkja. Hann telur bara 1 af hverjum 4 sem lappar hérna inn. Það fer beint í budduna hjá okkur. Bara pingjan. Þú veist, 1, já þú ert fýtt, 2, fýtt, 3, fýtt, 4. Já, núna er ég að þykja pingjuna. Já, einmitt. Það er þetta álíkt að það, út frá þessum tölum allan. Já. En, já. Og einhver til spara í skömmtum, sko. Lítil álagning, þetta er módelið. Já, ég held að þetta þarna fyrir við inn á þennan markað. Ég held að þetta sé, kongafólki í þessum bransa. Já. Þetta eru sigurvegarar þáttarins allana. Já, Time-out-stofan. Já, ég held það. En eins og ég segi, með Nings, ég held með ykkur, ég held með þeim og ég vil sjá viðsnúning. Bara ekki spurning. Ég hlakka mikið til að sjá ársýning frá þeim 2021. Það verður mjög spennandi að sjá. 2022 verður svakalegur. Við erum alltaf nýfluttir, þetta eru nágrannar okkar. Ég segi það, sko. En annars bara, erum við tæmdir held ég? Já, bara... Það er ekki bara, við viljum minna enn á minna enn og eftir á Dýbidúpingen. Já. Skrásið þar inn og followa á Apple og Spotify. Ef svo ólíklega vilt til að þú átt eftir að gefa okkur einhvern, þá væri það vel. Gefa okkur einhvern, takk. Senda á vin. Já. Annars bara... Þakkum við bara fyrir okkur í dag, held ég. Já, bara takk og frábæra vinnuviku. Já, verðum hér aftur á viku liðinni. Góð vinnuvika. Já. Takk. Eigum við að sitja á Bella? Nei. Nei, ok. Sleppu því bara. Já, bless.